Skotið var á karl og konu í Grafarholti í Reykjavík í nótt. Tveir eru í haldi lögreglu og lagt hefur verið hald á skammbyssu sem talið er að hafa verið notuð. Lík 3 af mönnunum 4 sem fórust þegar vél þeirra hafnaði í Þingvallavatni náðist upp úr vatninu í dag. Beita þurfti fjarstýrðum kafbáti í aðgerðunum. Stóru viðskiptabankarnir högnuðust samanlagt rúman 81 milljarð króna í fyrra. Neytendur eru ekki nógu meðvitaðir gjöld sem bankarnir innheimta að mati prófessors í hagfræði. 10 daga heræfingu Rússa hófst í Hvíta-Rússlandi í dag og telja Bandaríkjamenn að þar séu 30.000 rússneskir hermenn. Utanríkisráðherra Rússlands segir Vesturveldin þurfa að sanna að Rússar hafi aukið spennuna á landamærum Úkraínu. Tvöfalda á framleiðslu á eldislaxi í fiskeldi Samherja í Öxarfirði. Framkvæmdir við 2 milljarða stækkun eru hafnar. Gott kvöld. Búið er að ná upp líkum 3 þeirra 4 sem fórust þegar flugvél þeirra hafnaði í Þingvallavatni fyrir viku. Vegna kulda og klakamyndunar á vatninu var of hættulegt talið að senda kafara niður á 50 metra dýpi og því var fjarstýrður kafbátur notaður. 20 stiga frost var á Þingvöllum klukkan 5 í morgun og veður mjög stillt. Það leit ekki vel út með aðgerðir hér í morgun því Þingvallavatn var alveg ísi lagt. Og ísin og þykkur til þess að bátarnir kæmust, en þá var fenginn sérstakur bátur, svokallaður rörabátur, til þess að brjóta upp ísin og leið að staðnum þar sem kafararnir fara niður. Í ljós kom að aðstæður til köfunar voru verulega hættulegar vegna kulda og ísmyndunar á Þingvallavatni. Smá kafbátur með myndavél og griparmi var því settur í vatnið. Honum var stýrt frá pramma og yfirborði vatnsins. Smá kafbáturinn fór niður á 50 metra dýpi eða botn vatnsins og sótti lík mannanna og færði þá upp undir yfirborð þar sem kafarar tóku við. Klukkan 4 í dag var búið að ná upp líkum 2 af mönnunum 4. Þau eru á leið til Reykjavíkur núna og þar verður þau sýnd aðstandendum og þeir bera kennslu á því. Þeir eru með hvað marga báta þarna út á vatninu? Það eru 3 bátar út á vatninu núna auk prammans og og þeirra hlutverk er annars verið að sendast í land og úr landi með það sem þarf og hins vegar að halda hreyfingu á vatninu til þess að það leggja ekki. Þannig að þið stefnum þá í að ná flugvélinu upp á morgun? Já, að óbreyttu þá klárum við þetta í dag og síðan verður farið í að ná flugvélinu upp á morgun. Eru svo aðri kafarar sem koma og sjá flugvélaflakið á morgun? Nei, það eru sömu kafararnir og þeir eru að skiptast á í dag og það er alltaf auka áhöfn tilbúin til björgunar ef eitthvað fyrir úrskeiðis. Við sáum að þyrlan tók á loft og fór, átti hún ekki verið hér til stuðnings? Þyrlan kom hérna og þeir voru að kanna aðstæður, það er hugmyndin að þeir hífi vélina upp á morgun og lyftinu upp á þetta plan sem þeir tiltu sér niður á. 2 menn eru í haldi lögreglu grunaðir að hafa skotið á karl og konu í Grafarholti í Reykjavík í nótt. Yfirlögregluþjónn segir að verið sé að skoða hvort þetta hafi verið hefndaraðgerð og hvort tengsl séu við skipulagða glæpastarfsemi. Annað þeirra sem varð fyrir skoti liggur þungt haldið á sjúkrahúsi. Ja, það var laust fyrir klukkan 3:30 nótt sem að lögreglan fékk tilkynningu skotárás í íbúðahverfi í Grafarholti. Fljótlega eftir að lögreglan kemur á staðinn og að þá var búið að fara með 2 aðila á slysadeild sem höfðu orðið fyrir byssukúlum. Þau fóru bæði í aðgerð í dag og annað þeirri talsvert illa haldið en er ekki í lífshættu. Og í framhaldinu fór sú vinna að hafa upp á þeim sem að voru þarna verki eða við teljum að hafa verið þarna verki. Við lögðum settum allt okkar fólk í þá vinnu ásamt því sem fengum aðstoð frá sérsveit ríkislögreglustjóra. Maður á 30-aldri var handtekinn vegna málsins snemma í morgun og annar á svipuðum aldri var handtekinn eftir hádegi. Einn til viðbóta var á vettvangi en hann er ekki talinn tengjast málinu. Margir segir að svo virðist sem að mennirnir hafa ætlað að leynast fyrir lögreglu og segir að lögregla hafi ítrekað haft afskipti af þeim báðum. Lagt var hald á ökutæki þeirra á skammbyssu sem talið er að hafi verið notuð í árásinni. Farið verið fram á gæsluvarðhaldi við mönnunum. Og hvers vegna barst grunur að þessum 2 mönnum?
Já, það voru bara framburðir og svo þau gögn sem við höfðum og vorum að vinna úr strax og sem við fengum og nálguðumst á þessum tíma. Hvaða gögn höfðu þið? Það voru ýmis gögn, sem ég segi, framburðir og svo upptökur og fleira. Upptökur þá úr öryggismyndavélum? Meðal annars, já. Margeir segir að ekki sé vita nákvæmlega hver tengsl árásamannanna séu við fólkið. Þau eru einhver og það er bara eitt af því sem við erum með í skoðun. Er talið að sem einhvers konar hefndaraðgerðir? Það er bara eitt af því sem við erum að skoða. Tengist þetta einhver skipulegri glæpastarfsemi? Það er bara sama þar. Margeir segir málið gríðarlega alvarlegt. Það er kannski aðeins svo stutt síðan að síðasta atlaga var með svipuðum hætti. Og við höfum bara áhyggjur af þessari þróun og þessum vopnaburði sem er bara orðin talsverður hjá fólki í dag sem telur sig verja sig gagnvart einhverjum öðrum. Rússar juku liðsafna sinn við Úkraínu í dag þegar 10 daga heræfing hófst í Hvíta-Rússlandi. Forsætisráðherra Breta varaði við blóðsúthellingum ef Rússar ráðast inn í Úkraínu. Ekkert látir á fundahöldum Evrópuleiðtoga vegna ótta að Rússar séu að undirbúa innrás í Úkraínu. Utanríkisráðherrar Bretlands og Rússlands ræddust við í Moskvu í dag. Russia has a very clear choice. They can pursue the path of diplomacy, work with NATO to improve European security, or continue down the path that they have been indicating by amassing troops on the border in a threatening way. Rússar neita alfarið að ætla sér að ráðast inn í Úkraínu en talið að þeir séu með 100.000 hermenn vestarlega í Rússlandi við landamærin að Úkraínu. Вы мне должны сначала доказать, что мы эту ситуацию зарядили, что мы ее нагнетаем и что мы делаем что-то, что не касается нашего суверенитета и нашего суверенного права действовать на своей собственной территории. Herir Hvítrússa og Rússa hófu í dag sameiginlegar heræfingar sem standa næstu 10 daga. Þema þeirra varnir gegn innrás að utan. Rússar hafa ekki gefið upp hve marga hermenn þeir sendu en Bandaríkjastjórn segir þá 30.000. Rússar hafa lýst yfir að hermennirnir fari á brott 20. febrúar. Æfingarnar hafa ekki orðið til þess að sefa áhyggjur af því að innrás sé yfirvofandi. Bretar sendu í dag 350 hermenn til Póllands vegna stöðunar. I think everybody should be in no doubt that were Russia to be so foolish to make the catastrophic mistake of invading any part of Ukraine, the Ukrainian army, which themselves number about 200,000, maybe 150,000 in reserve, they will fight. And there will be bloodshed. And I think everybody in Russia must understand that. And it will not be easy. Samanlagður hagnaður stóru viðskiptabankana nam rúmum 81 milljarði króna í fyrra samkvæmt ársuppgjöri þeirra. Íslandsbanki birti uppgjör sitt fyrir árið 2021 í dag þar sem greint frá 23,7 milljarða króna hagnaði samanborið við 6,8 milljarða í fyrra árið áður. Lagt til að hluthöfum verði greiddur samanlagt 11,9 milljarða arður. Samanlagt leggja stóru bankarnir 3, Íslandsbanki, Arion banki og Landsbankinn, til að hluthafar hljóti samanlagt tæplega 50 milljarða króna í arðgreiðslur. Bankastjóri Arion segir að á bankamarkaði sé barist viðskiptavini hvern einasta dag. Hann tekur jákvætt í hugmynd viðskiptaráðherra að endurvekja bankaskatt og veita til vaxtabótakerfis. Bankastjóri Arion banka segir arðsemina nú sambærileg og hjá öðrum norrænum bönkum. Hagnaðinum verði varið í útlánavöxt og uppbyggingu, auk þess sem arður verði greiddur til hluthafa og starfsmanna. Við höfum verið að snúa rekstrinum okkar við og erum að ná okkar fjárhagsmarkmiðum að fullu á síðasta ári. Spurður hvort ekki sé svigrúm til að bæta kjör viðskiptavina í ljósi mikils hagnaðar, segir hann bankan í harðri samkeppni nú þegar. Markaðurinn er mjög verðnæmur, til dæmis í íbúðalánum. Í fyrra þá var okkar íbúðalánasafn að stækka en leið var tæplega helmingur íbúðalánasafnsins endurfjármagnaður hjá okkur og örugglega einhver tilfellum hjá öðrum bönkum. Nú eða lífeyrissjóðum sem eru að keppa við okkur líka. Við erum auðvitað í samkeppni bæði fjármagn og fólk alþjóðlega. Lilja Dögg Alfreðsdóttir viðskiptaráðherra segir bankana skila ofur hagnaði. Þeir séu nú í stöðu til að létta undir með heimilum með mikla skuldabyrði.
Ef bankarnir finni ekki lausn, ætti að endurvekja bankaskattinn. Já, þetta bara áskorun til okkar og ekki bara bankana, heldur lífeyrissjóðina líka sem eru mjög virkir í íbúðalánum. Að því hún tiltekur sérstaklega þennan hópa, þá reyndar bendur hún á í greininni að það er vaxtabótakerfi sem er hægt að nota í þetta. Og það er þá sjálfsagt að skoða það, hvort að það sé hægt að fjármagna það betur með sköttum, meðal annars bankaskatti. En ætlaði að taka þetta til ykkar og gera eitthvað núna? Já, keppa hverjum degi viðskiptin. Og það verður fróðlegt að sjá hvernig bankar og lífeyrissjóðir breyta sínum vöxtum í kjölfar stýrivaxtahækkunarinnar síðustu sem var auðvitað mikil. Ég er alveg sannfærður að einhverju bankar munu ekki hækka vextina sinna svo mikið. Það væri mikil kjarabót að koma upp ódýru innlendu greiðslukerfi fyrir almenning, segir prófessor í hagfræði. Viðskiptabankarnir græði milljarða á þjónustu og greiðslugjöldum sem neytendur séu ekki nægilega meðvitaður um. COVID-kreppan er búin hér á landi að mati Gylfa Zoëga. Atvinnuleysi er aftur orðið það sama og það var fyrir faraldurinn. Í raun er skortur á starfsfólki í sumum greinum og stýrivextir eru nú á sama stað og í febrúar árið 2020. Ef ekkert bakslag kemur í farsóttina þá er þessi COVID-kreppa búin og þetta vera stóru fréttirnar. Og fólk ætti að gleðjast yfir því. Nafnvextir hafa verið of lágir og rökrétt hefði verið að hækka stýrivexti, jafnvel þótt verðbólgan væri ekki eins mikil og raun ber vitni. Einkaneysla hafi aukist og laun hækkað. Og þá þarf að stíga aðeins á bremsuna því ef við gerum það ekki þá mun verðbólga verða meiri og það getur verið mjög erfitt að ná henni niður þegar hún er farin á skrið. Kostar mikla fórnir. Kaupmáttur launa hefur aldrei verið jafn hár í þessu landi. Að meðaltali. Við getum sagt að allir hafi það gott. En að meðaltali hefur þessi þjóð aldrei haft það eins gott eins og núna. Það verður flott fyrirsögn. Tugmilljarða hagnaður viðskiptabankana á síðasta ári bendi til þess að hnökrar séu á samkeppninni. Margt bendi til að fákeppni gæti á bankamarkaði. Þá séu þjónustu og greiðslukerfiskostnaður falin, flókin og allt of hár. Fyrir nokkrum árum leiti ég inn á heimasíður bankana. Þetta voru svona 16 blaðsíður af gjaldskránar, cirka 16 blaðsíður. Og fólk átta sig ekki á því að milljarðatugir fara inn í bankana. Og engum finnst þetta að vera nógu margar krónur til að sitja sig inn í málin. Það er svo margt annað í lífinu sem kallar á athygli okkar. Svo hvert okkar sig gerir ekki neitt. En þegar árið er liðið, þá jafnvel fyrir hvert okkar sig, er þetta einhverju 20.000. Fyrir alla þjóðina er þetta milljarðar. Greiðslukerfið hafi með þessum hætti verið einkavætt. Svo í gamla daga fóru menn með 500 kall út í mjólkurbúð. Núna fara krakkandi með Apple Pay í símanum sínum. Og þess átta sig ekki á að það er fjöldi fyrirtæki sem er að fá þarna hvers eins og hún notar þetta. Svo það er eitthvað mesta kjara spursmál að búa til ódýrt innlent greiðslukerfi. Seðlabankinn er að vinna einhverju svona, en það verður bara að gerast. Ekki nú að segja að það muni gerast. Umboðsmaður Alþingis hefur krafið heilbrigðisráðherra svör og skýringar á þeirri ákvörðun hans að miða samkomutakmarkanir 50 manns, enda hafi slíkar ákvarðanir í för með sér beinar og óbeinar takmarkanir á athafnafrelsi borgaranna. Sóttvarnalæknir og heilbrigðisráðherra vilja áfram halda í 5 daga einangrun smitaðra. Bréf Skúla Magnússonar, umboðsmanns Alþingis til heilbrigðisráðherra var birt á heimasíðu hans í gær. Í bréfinu spyr umboðsmaður hvaða gögn, upplýsingar eða röksemdir hafi legið til grundvallar því mati ráðherra að brýna nauðsyn hafi borið til að miða samkomutakmarkanir við 50 manns líkt og tilkynnt var í lok janúar. Umboðsmaður vill svör fyrir 19. febrúar og ef gerðar verði frekari breytingar innan þess tíma vill hann að svörin taki einnig mið af því. Sóttvarnalæknir hefur nú skilað 9 minnisblaði til heilbrigðisráðherra en metfjöldi smita hefur verið hér síðustu daga. Ég er ekki að leggja til að einangrun verði hætt. Það hefur mikið verið umræðinu núna undanfarið en það er rétt að það komi fram en að öðru leyti vil ég svo sem ekki tjá mig neitt sérstaklega um innihaldið. Í sama streng tók heilbrigðisráðherra á Alþingi í morgun þegar þingflokksformaður Flokksfólksins spurði hann út í boðaðar afléttingar morgundagsins. Staðan væri viðkvæm og fara þyrfti varlega afléttingar í ljósi fjölgunar smita, sagði ráðherra. Blessunarlega hafi þeim þó fækkað sem veikist illa. En ég segi það bara hér og nú að einangrun af því við vorum bara breytir núna á mánudaginn að við eigum að halda í hana, það er mitt mat. Þú talar um að einangrun verði ekki látin falla úr gildi en sóttkví? Ja, það gæti alveg komið til greina að létta á því nú er sóttkví bara einungis notuð fyrir þá sem er útsettir innan heimila
og eru ekki full bólusettir og það geti alveg komið til greina, finnst mér að breyta því. Miklar annir hjá verktökum eru helsta ástæða húsnæðisskorts á Egilsstöðum að mati fasteignasala. Sveitarfélagið og bankar gætu þó gert betur í að liðka fyrir húsbyggingum. Fréttastofa hefur sagt frá erfiðleikum fólks sem finnur ekki leiguhúsnæði á Egilsstöðum. Framkvæmdastjórinn á baðstaðnum Vök sagði stefna í neyðarástand í sumar þegar finna þarf húsnæði fyrir starfsmenn í ferðaþjónustu. Aðeins eitt hús í smíðum og Sigurður Magnússon, fasteignasali, segir að skorturinn sé algjör. Húsnæðisverð á staðnum sé orðið það hátt að það ætti að borga sig að byggja, en verktakar virðast hafa nóg annað að gera. Byggingaverktakar sem og einstaklingar hafa svo sem kvartað hérna yfir seinagangi og löngu og erfiðu ferli, umsóknarferli, og það segir sig sjálft að byggingaverktaki sem hefur nóg að gera í öðrum verkefnum, hann kannski ekki að fara úr því í nýbyggingar ef að það tekur mánuði saman umsóknarferli og leyfismál og slíkt. Þá gætu bankar líka gert betur í að fjármagna húsbyggingar á framkvæmdatíma á hagstæðari kjörum. Til dæmis þurfa húsbyggjendur að leggja út fyrir lóðagjöldum, en algeng lóðagjöld á Egilsstöðum eru 3 til 5 milljónir. Ekki langt síðan helmingsafsláttur var af lóðum, en nú hann aðeins 30% í flestum tilfellum og engin afsláttur af næstum helmingi lausra lóða. Sumir myndu vilja sjá meiri afslátt. Lóðagjöld eru það tæki sem að sveitarfélagið hefur til þess að örva nýbyggingar á svæðinu. Sveitarfélagið mætti kannski nýta þetta tæki betur. Á Egilsstöðum eru 28 lausar lóðir, en þær eru nær allar einbýlishúsalóðir í Bláargerði og á Hömrum. Kvartað hefur verið undan því að framboð á lóðum sé ekki nógu fjölbreytt. Margir bíða eftir að lóðir verði auglýstar bæði í miðbænum og í Votahvammi og finnst að þær ættu að vera löngu tilbúnar. Samkvæmt upplýsingum frá Múlaþingi er stefnt að því að lóðir í Votahvammi verði auglýstar snemma í sumar. Yfir 100 mótmælendur voru handteknir í COVID-mótmælum í Wellington, höfuðborg Nýja-Sjálands í dag. Forsætisráðherra landsins segir mótmælendur ekki fulltrúa mikils meirihluta þjóðarinnar sem skilji hvers vegna takmarkanir séu nauðsynlegar. Fólk kom víða að til mótmælana sem hófust við þinghúsið á þriðjudag. Mótmælendur komu sumir á trukkum, aðrir á bílum eða mótorhjólum. Þeir lokuðu götum og tjölduðu við þinghúsið og hótuðu að dvelja þar þangað til takmörkunum yrði aflétt. Stofnunum og fyrirtækjum í næsta nágrenni var lokað í dag í öryggiskyni og 120 manns voru handtekin. This is not representative where the vast majority of New Zealanders are. The vast majority have been vaccinated, understand why we've had to have these rules for the period that we have, and can see the results. It has resulted in saving lives. 5 milljónir manna búa á Nýja-Sjálandi. Aðeins hafa 18.000 smit verið greind allan faraldurinn og dauðsföll eru 53. Þessa stundina eru greind 250 smit daglega. Stranga reglur hafa verið í gildi á landamærunum og fyrst miðjan næsta mánuð verður full bólusettum nýsjálendingum í útlöndum leyft að snúa heim. Stefnt að því opna landamærin að fullu í október. Mótmælin snúa einnig á bólusetningarskyldu ýmissa starfsstétta, svo sem kennara, lækna, hjúkrunarfræðinga, lögreglu og hermanna. Þá einnig verið að mótmæla grímuskyldu í verslunum og því að börn þurfi að bera grímur í skólum. Og aftur alla leiðina til Íslands og norður. Framkvæmdir við milljarða uppbyggingu fiskeldisstöðvar Samherja í Öxarfirði hófust í síðustu viku. Rekstrarstjóri stöðvarinnar segir að með þessu stækki stærsta landeldi heims helming. Útgerðarfélagið Samherji hefur stór áform uppbyggingu á fiskeldi á landi. Ber þar að nefna 40 tonna landeldi á laxi á Reykjanesi sem fyrirhugað að koma í gagnið á næstu árum. Fyrirtækið hefur lengi átt silfurstjörnuna í Öxarfirði og nú komið að því að stækka hana. Við tókum fyrstu skóflustunguna í síðustu viku, svæðin fyrir aftan okkur, og það snýst málið það að gerum bil tvöfalda þessa eldisstöð sem í dag líklega að framleiða mesta lax í heimi upp á landi, 1600 tonn á ári. Og þið ætlaði að tæplega tvöfalda það? Já, það 3000 tonn og það eru leyfi til staðar fyrir því. Fyrsta skóflustungan var tekin í janúar og eru framkvæmdir þegar farnar af stað. 9 kerin eru 5 og verða öll utandyra en þau eru engin smá smíði.
Jú, við stöndum hérna við ker sem eru 2000 rúmmetra ker og við byggðum þau 2017 og hafa svo sem gengið ágætlega. En við höfum hug á því að fara í ennþá stærri ker og helmingi stærri sem er þá 4000. Það eru bara fáir sem að hafa farið í svona stór ker með lax. Með aukinni framleiðslu þarf fleiri hendur, eitthvað sem gæti reynst flókið. Við erum með 28 á launaskrá í dag og við erum á svæði sem svo sem ekkert auðvelt að manna. Þetta er svolítið úr alfara leið en það hefur gengið vel hingað til og við sjáum fyrir okkur að við þurfum að fjölga þó nokkra en ekki tvöfalda. Við náum stærðarhagkvæmni fram með þessu framkvæmd. Það er framboðsfundur í Kastljósi í kvöldsins, Baldvin. Jú, það er rétt. Við fáum til okkar alla formannsframbjóðendur í Eflingu en kosning til stjórnarfélagsins stendur nú yfir. Hver er sýn þeirra á næstu kjarasamninga? Hvernig verður samstarfið við aðrar verkalýðshreyfingar og hvernig á að tryggja starfsfrið á skrifstofunni? Allt það í Kastljósi og eftir. Við ætlum líka að kynnast Dr. Viktor sem er læknir og tónlistarmaður en hann samdi lag fyrir vetrarólympíuleikana sem að fara nú fram í Beijing. Já, en við ætlum hins vegar að huga að veðrinu. Það var kalt á landinu síðastliðna nótt og mældist frostmest 22 stig á Þingvöllum. Viðbúið er að áfram verði kalt fram yfir helgi, hið minnsta og má jafnvel gera ráð fyrir aukinni frosthörku helgina. Spár gera þó ráð fyrir skamminni hlýnun á mánudag. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Austurríkismaðurinn Jóhannes Strolls fetaði fótspor föður síns þegar hann vann Ólympíugullið í alpatvíkeppni í dag. Spennan var mikil í 10 km skíðagöngu kvenna á vetrarólympíuleikunum. Afar litlu munað á fyrsta og öðru sætinu. Helstu fréttir kvöldsins. Skotið var á karl og konu í Grafarholti í Reykjavík í nótt. 2 eru í haldi lögreglu og lagt hefur verið hald á skambyssu sem talið er að hafa verið notuð. Lík allra 4 mannanna sem fórust þegar flugvél þeirra hafnaði í Þingvallavatni náðust upp úr ísilögðu vatninu í dag. Beita þurfti fjarstýrðum kafbát í aðgerðunum. Stóru viðskiptabankarnir högnuðust samanlagt rúman 81 milljarð króna í fyrra. Neytendur eru ekki nógu meðvitaðir gjöld sem bankarnir innheimta að mati prófessors í hagfræði. 10 daga heræfingu Rússa hófst í Hvíta-Rússlandi í dag og telja Bandaríkjamenn að það séu 30.000 rússneskir hermenn. Utanríkisráðherra Rússlands segir Vesturveldin þurfa að sanna að Rússar hafi aukið spennuna á landamærunum við Úkraínu. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld. Veðurinn er á sínum stað og uppfærið allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.